Við skulum spjalla aðeins hlutsumurunur. Þegar við erum með svona röð sem að við getum látið byrja í einum og fyrir bjóðundilegt af einhverjum stökum aðein, þá hefur þessi röð hlutsumurunu. Hlutsumurununa skulum kalla SN og stökin í hlutsumurunu átkvarast út frá sumunni sem fyrir frá einum upp í N af AN og hér ástandar reyndar AK afsakið. Lærið þetta. Og ef við getum búið til svona hlutsumurunu fyrir röðin okkar, þá getum við nefnilega að skoða markgildi fyrir hlutsumurununa. Markgildi það sama og summan gefur okkur. Og bara svona aðeins til að sjá fyrir sér hvernig þessi hlutsumuruna er. Skulum sjá hvernig nokkur fyrstu stökin í henni eru. Nú, ef N er 1, þá fer ég frá einum upp í 1, þá fæ ég sem sagt bara A1 hérna. Ef N er 2, þá fer ég frá einum upp í 2 í sumunni, ég fæ sem sagt A1 plus A2. Og svo ef N er 3, þá fæ ég A1 plus A2 plus A3 og svo framvegis. Skulum pröfa, og sér nú fór ég aðeins út úr skjánum hérna. Þetta var punktur hérna, nokkurn veginn inni kannski hérna. Ok, við skulum pröfa að taka dæmi, sjá hvernig við getum notað þetta. Ok, okkur er gefin hérna röð og við ætlum að nota hlutsumurunu til að ákveða hvort þessi röð sé samleitin eða ósamleitin. Nú einhverjum kann að þykja það bara auglast að hún sé ósamleitin vegna þess að þetta er auðvitað summa af póstjum tölum stæðan 1 og sjá ef K er 1 þá fæ ég hérna 1 og K er 2 þá fæ ég 3 og svo fæ ég plus 5, plus 7, plus 9. Það leggur sér saman alltaf 8 tölunar og við sjáum að ég er alltaf að leggja meira og meira mið, ég hlýt að fá eitthvað sem er óendilegt. En við skulum æfa okkur aðeins í hlutsumurunum og pröfa að gera hlutsumurunu fyrir þetta. Þannig að þetta var bara hérna til að sjá fyrir sig hvernig það lítur út alls saman. Ok, hlutsumurunan, stökin í hlutsumuruninu er gefin með summan frá einum upp í óendilegt af AK, nei, einum upp í N, þetta er endaleg summa. Ok, þannig að fyrsta stakið í summinu minni er bara 1. Annað stakið í þessari hérna summu sem sagt, í hlutsumuruninni er 1 plus 2, sem sagt 3. Fyrirgeðu, 1 plus 3, sem sagt 4. Og þriðja stakið er 1 plus 3 plus 5, sem er 9. Og fjórða stakið er 1 plus 3 plus 5 plus 7, sem er 16, setjum 1 enn hérna. Og fimmta stakið er 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, sem eru 25. Og einhver er líklega búin að sjá munstrið. Hérna er með S1, það fæ 1, hérna er með S2, það fæ 4, sem er með 2 í öðru. Hérna er með S3, það fæ 9, sem er með 3 í öðru. Hérna er með S4, hérna fæ 16, sem er með 4 í öðru. Hérna er S5, sem er 25, sem er með 5 í öðru. Og einhver mundi kannski jafnvel bara hvernig þetta er. En þess að get ég sagt núna að SN er N í öðru. Þannig að til að finna summuna á þessari eina röð, þá get ég sagt markgildið fyrir SN, það sem N stefnir óendilegt. Nú, það er markgildið það sem N stefnir óendilegt af N í öðru. Og hver stefnir N í öðru þegar N stefnir óendilegt? Nú, það stefnir auðvitað á óendilegt. Þá veit ég að summa mín gefur líka eitthvað óendilegt. Hún er sem sagt ósamleitin. Ok, þannig að hjálpaði hlutsumurunan okkur til að ákveða að röðin er ósamleitin. Skulum pröfa að taka annað dæmi. Nú, hérna fáum við gefna nýja röð. Ég ætla að ákvæða hvert hún sé samleitin eða ósamleitin. Ég ætla að reyna að finna summuna. Ég ætla sem sagt að finna hlutsumurununa. En fyrst ætla ég að stofnbrotaliða þetta hérna brot. Og hér er sem sagt komin stofnbrotaliðinin og sjáum að þetta hér brot er alveg sama á þetta brot. Þannig að ég skrifa það í staðinn í summunum minni. Tvisturinn á verðan áfram. Tek hálfan út fyrir sviga. Það er bara fasti. Og undir summu stendur 1 á móti N mínus 1 á móti N plus 2. Sér svona. Ok, búum nú til hlutsumurunu fyrir þessa hérna röð.
Og við pröfum að skrifa út nokkra fyrstu liðina. Það er búið til hlutsumurunu sem er kallað SN og N er skilgreint til að vera summan frá 1 upp í N af 1 á móti N mínus 1 á móti N plus 2. Ég bara skoðan hérna hluta, við getum svo margvalda með hálfum eftir. Nú ef við pröfum að skrifa út stökin í þessari hérna runu, enda stakið. Það er með, ef ég set 1 inn, þá fæ ég 1 mínus 1 þriðji. Ef ég set 2 inn, þá fæ ég hálfur mínus 1 fjórði. Ef ég set 3 inn, þá fæ ég 1 þriðji mínus 1 fimmti. Set inn 4, fæ ég 1 fjórði mínus 1 sjöndi. Og svo framvegis. Svo getum við pröfað að setja inn hérna n-in, það fæ ég 1 á móti n plus 1 á móti n plus 2, eða það segja mínus 1 á móti n plus 2, sé svona. Ef ég hefði sett inn n mínus 1, það hefði fengið 1 á móti n mínus 1 mínus 1 á móti n mínus 1 plus 2, það er n mínus plus 1 bara. Og segja þetta er sérsett, þetta er fyrir n í aftur 1, k í aftur 1, þið getur pröfað að setja inn. Þetta er fyrir k í aftur 2, þetta er k í aftur 3, k í aftur 4, k í aftur n minus 1, k í aftur n. Og sjáum það er einhver liðir sem styttast út. Þessi liður styttast út þessum, mínus 1 þriði plus 1 þriði. Þessi liður styttast út þessum hérna. Og eftir þetta styttast alltaf á móti þriðja konlið, þannig að þessi styttast út á næsta sem kemur hér. Og þessi myndi styttast út á móti lið sem kemur 3 setna. Og svona myndi allir styttast út, þessi myndi styttast út á þeim sem kemur 3 setna og þessi hérna á þeim sem kemur 3 undan. Og eftir standa þá fyrsti og þriði liðurinn og þriði síðasti og síðasti liðurinn. Þannig að allt í allt fæ ég út úr þessu. SN er jafnt og 1 plus hálfur mínus 1 á móti n plus 1 mínus 1 á móti n plus 2. Og þá skoði ég markgildi bara fyrir þessu einfaldarfalli hérna, eða þessu staki, getum við sagt. Markgildið þegar n stefnir á óendalegt af SN er markgildið þegar n stefnir á óendalegt fyrir 1 plus hálfur mínus 1 á móti n plus 1 mínus 1 á móti n plus 2. Þessi stefnir á 0 og þessi stefnir á 0, þannig allt í allt stefnir þetta á 1 plus hálfur, 3 aðrir. Og þá veit ég að summa mín hérna fyrir ofan, og þetta gefur akkurat 3 aðrir. Þannig að summan hér er allt í allt hálfur sinnum 3 aðrir, með öðrum orðum 3 fjórði. Þetta hér, þar sem við getum stofnbrotaliða svona og liðirnir eru detta langt flestir út. Þetta kallum við kíkisröð. Þetta hér var kíkisröð. Og leiðin til að finna samleitni eða ósamleitni á kíkisröð er einmitt alltaf að stofnbrotaliða og nota hlutsumurun. Þannig að kannski einn æfing hérna í lokin. Við getum pröfað að gera hlutsumurunu fyrir bara einföldu rununa sem fer frá 1 upp í óendalegt af 1. Finnið hlutsumurununa og athugið hvort röðin er ósamleitin eða samleitin út frá hlutsumurun.